Næst vil ég bjóða Þorláki Einarssyni hingað upp á svið. Hann Þorlákur sérfræðingur skrifstofu alþjóðapólitískra málefna í utanríkisráðuneytinu og starfar einnig sem staðgengill yfirmanns Íslands í Norðurskautsráðinu. Og hann mun fjalla nýjar siglingaleiðir í norðurljósum í ljósi loftslagsbreytinga og þau tækifæri en ekki síður aukna spennu sem þeim fylgja. Gjörðu svo vel. Já, ég vil þakka Varbergi fyrir að hafa boðið mér til þessa fundar og eins að hann sé haldinn hér á Akureyri sem náttúrulega skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland allt eins og Davíð kom inn á sem miðstöð norðurslóðarannsókna á Íslandi. Þannig að það er alltaf gott að halda þessu til haga við öll tækifæri að starfið sem fer fram hér skiptir Ísland allt mjög miklu máli. Ég sem sagt fékk það hlutverk að lýsa siglingaleiðum á norðurslóðum og ég ætla að taka þetta þannig að setja svolítið sviðið, frekar að kasta fram spurningum inn í salinn til að pæla í og þannig að það svona þrói það samtal sem svo síðan verður í dag að því að hér eru margir góðir sérfræðingar í herberginu og margir munu taka til máls í dag. Ég ætla bara aðeins til að byrja þá ætla ég að sýna ykkur þetta er nýlegt kort, mér er að gefa þetta fysiskt frá Heimskautastofnun Noregs, þið sjáum við merkið þarna efst og þetta er mjög flott kort og ég veit ekki hvort þið fatti hvað vantar á kortið en ég skal svara því bara og það vantar náttúrulega allan ís og ég vona að þetta sé nú ekki einhver hryllingssýn, þetta er náttúrulega bara til að gefa skýra svona landfræðilega sýn á landsvæði sem er á norðurslóðum en enga síður það eru svona ákveðnar forsendur sem menn eru að gefa sér við þróun siglingaleiða á norðurslóðum og þær eru þær að ísinn muni halda áfram að bráðna og hopa sem muni opna á möguleika frekari siglinga á norðurslóðum og auðlindanýtingar. Og þetta er náttúrulega umræða sem er ekki alveg spán í, þetta er búið að vera einhverja 2-3 áratugi verið mikið talað bæði auðlindanýtingu og siglingaleiðir en þróunin virðist ekki vera að fara á hinn veginn, það er að segja bráðnun ís heldur áfram og er því eðlilegt að þetta sé ennþá svona hátt á lofti. Ég glöggir áheyrendur í dag munu kannski taka eftir því að ég mun lítið koma inn á hluti eins og leit og björgun til þess eru aðrir í salnum og eins eru ýmsir aðrir hluti sem ég mun ekki ræða og það eru til dæmis eins og ferðir skemmtiferðaskipa á norðurslóðum og ég mun ekki ræða umhverfismál og áhrif skipaferða á umhverfi norðurslóða og svo mun ég í rauninni ekkert koma inn á málefni sem kannski stendur Íslandi næst og það eru ferðir fiskiskipa því það er náttúrulega brýnt hagsmunamál Íslands og hvernig það snertir leit og björgun. Og þá má spyrja af hverju ég er hingað komin ef ég ætla ekki að tala neitt, en jú, ég ætla að tala heilmargt. En kannski bara aðeins að segja frá sjálfum mér að eins og kom fram í kynningunni þá vinn ég í málefnum norðurslóða í utanríkisráðuneytinu og að auki vinn ég líka mjög mikið í málefnum Kína eins og kannski þið munu heyra síðar í fyrirlestri mínum. En það sem ég langar til að gera er að mér langar til að lýsa siglingaleiðum á norðurslóðum, sérstaklega þeim siglingaleiðum sem mest er rætt og svo langar mér til að tala þær geopólitísku forsendur sem liggja baki hverri siglingaleið. Svo langar mig að koma aðeins inn á samstarf Rússlands og Kína í þróun norðursiglingaleiðina því að það er kannski það sem skiptir hvað mestu máli og
Og svo langar mig kannski framhaldi af því að ræða örlítið hernaðarsamstarf Rússlands og Kína. Og þá langar mig líka kannski að kasta fram þeirri ógn sem snertir okkur, hver hinn raunverulega hernaðarlega ógn á norðurslóðum. Stór spurning. Og að síðustu vil ég langar mig að opna umræðuna á fýsileik siglingaleiðina. Það sem við erum að tala í dag óhjákvæmilegt? Þetta bara fara að gerast? Þetta bara bein afleiðing af bráðnun ís að við hljótum að fara að sigla þessar siglingaleiðir? Og ég vil kannski halda þeirri spurningu pínu opinni. Mig langar þó kannski aðeins að lýsa siglingaleiðunum. Það sem sagt, það norðursiglingaleiðin og það einna mesti áhugi á þessari siglingaleið. Og þið sjáið hana rauðmerkta og það hérna talið að mögulega geti þessi siglingaleið stytt leiðina á milli Asíu og Evrópu og í framhaldinu Norður-Ameríku þriðjung. Og geti þá með í fyllingu tímans gert flutninga milli heimsálfanna bæði hraðari og ódýrari. Það hefur nú verið siglt á þessu hafsvæði langan tíð, allan allt frá tímum seinni heimsstyrjaldarinnar og hún hafði allan að hluta mjög mikið efnahagslegt vægi fyrir Sovétríkin sálugu og svo Rússland í kjölfarið. Og af þeim siglingaleiðum sem ég mun ræða í dag er hún líklega svo hagkvæmasta af þeim öllum þremur og sömuleiðis býr hún við bestu innviði í þeirri merkingu líka að jafnvel þó að það sé mjög strjálbýlt á norðurslóðum Rússlands að þá búa þá til dæmis í Evrópuhluta Rússlands 2,5 milljónir manna og þar eru hafnir og annað slíkt og svo mun ég koma aðeins að innviðauppbyggingu þar. Og ég bara það nú kannski best að taka það strax fram að þetta er siglingaleið sem bandalagsríki Atlantshafsbandalagin hafa lítil eða engin áhrif á umsvif og stjórnun þeirra eðli málsins samkvæmt. Forsenda, ég kasta því fram að forsendi velgengni hennar eru þó góð samskipti við Evrópu og Norður-Ameríku. Í merkingunni eigi hún efnahagslega að ganga upp, þá hún að sjálfsögðu til þess að mikið til að koma varningi til og frá mörkuðum í Evrópu, Norður-Ameríku og reyndar víðar, en það náttúrulega segir sig sjálft að ef allt í bál og brand milli Rússlands og Kína og svo kannski vesturvelda, þá meikar þessi leið minna svona efnahagslegan sens. Svo það norðvesturleiðin sem blálituð þarna og hún ég kalla hana illfæra siglingaleið milli Atlantshafs og Kyrrahafs sem þræðir að mestu meginland Kanada og eyjar norðurslóða Kanada. Roald Amundsen talinn svona fyrstu manna hafa farið hana almennlega og það var árið 1906 þó að það sé nú ekki farið alveg í kjölfar hans í dag. En sú ferð tók 3 ár og hann kvartaði mjög mikið undan því að hún hafi verið mjög óhentug af því að víða var mjög grunnt og það á nú reyndar við enn á mörgum stöðum. Hún er flókin til siglinga og það nú líka það eru deilur enn varðandi þessi siglingaleið á milli Bandaríkjanna og Kanada. Það að segja Kanada skilgreinir þessa leið sem innhaf sitt meðan að Bandaríkin halda því fram að þetta sé alþjóðleg siglingaleið þar sem hún tengi saman landamærasvæði Bandaríkjanna, það er að segja meginland Bandaríkjanna og svo Alaska. Og þetta hefur ekki verið leitt til neinna lykta, mér vitandi. Og það náttúrulega skortir mjög verulega á alla innviði á þessari leið og hvort sem horft til djúpsjávarhafna, vegakerfis eða þá getu til leitar og björgunar. Og það er kannski gott að nefna það hér að Kanada hefur birt nýja mjög metnaðarfulla stefnu í málefnum norðurslóða
og ef maður lesa hana, hún er mjög mikið svona fullveldis mál, hvernig þeir ætla að eyða peningum í rauninni í norðurhéruðum ríkisins. Það eru náttúrulega mikið til varnarmála. Þetta er 6,6 milljarðir dala sem eru eyrnamerktir varnarmálum á norðurslóðum og til innviðaruppbyggingar þeim tengdum. Og ég held að það sé óhætt að segja að innviðaskuld stjórnvalda í Ottawa gagnvart norðurslóðum er mikil og það verður líka mjög forvitnilegt að sjá hvernig þessum miklu fjármunum verður varið til uppbyggingar á norðvesturleiðinni. Af því að eins og menn vita að þá er uppbygging til varnarmála getur oft gagnast í öðrum geirum við leit og björgun eins og við þekkjum en líka við innviðauppbyggingu. Svo ætla ég að sýna ykkur miðleiðina á þessu mjög pixlaða korti, en þið sjáu þetta. Hún er blá og það er þetta, hún er náttúrulega mjög háð í hversu hratt íshellana á norðurskautinu hopar og hún er held ég að sjá allir menn sem eitthvað vit hafa að hún yrði lang erfiðust þegar kemur að leit og björgun. Hún er órafjarri öllum mannabyggðum og yrði örugglega mjög martraðarkennd ef eitthvað kemur fyrir. En jafnframt er hún líka sú leið sem ef hún myndi raungerast að einhverju viti, þá er hún sú leið sem myndi snerta Ísland næst og þið sjáu í rauninni hvar kemur niður. Og það er í rauninni alltaf í svona umræðum þessa tilteknu siglingaleið sem að hugmyndum koma fram innviðauppbyggingu á Íslandi eins og stórskipahöfn og svo framvegis. En ég held að það sé skynsamlegt af mér að eyða samt mestu púðri hér í að tala norðursiglingaleiðina af því að hún er í rauninni sú leið sem er kannski að þróast hvað hraðast af þessum þremur og ef hort er á sumarið 25, síðastlið sumar, þá voru farnar 103 ferðir þessa leið og það skiptast svona cirka í tvennt, það er að segja 52 ferðir í austurátt og 51 ferð í vesturátt. Og í þessum ferðum voru flutt 3,2 milljónir tonna af farms og mest voru þetta tankskip sem fluttu eldsneyti en eitthvað var skip sem fluttu rúmfrekan farm og einhver fáein gámaskip voru líka þar í förum. Skilyrði til siglinga voru ekki góð í sumar og íslaus gluggi var í mjög skamman tíma. Það var í rauninni bara 2 vikur sem var í íslaust og það var held ég eitthvað mánaðamótin sept-ótt minnir mig. Í austurveg fóru einkum tankskip með hráolíu frá Rússlandi, bæði úr höfnum við Eystrasalt og eins Múrmansk. Og til þess að komast á rétta siglingaleið, ef að skip leggja stað úr Eystrasalti, þá þurfa þau að þræða sig norður strandir Noregs og það eðli málsins samkvæmt hafa þá Norðmenn náttúrulega sérstaklega mikinn áhuga á því að það sem það snertir þeirra hafsvæði og strandsvæði. Nokkuð hefur á þessari leið aukist ferðir með rúmfrekan farm. Þá er ég að tala svo sem eins og kol, bæði frá Múrmansk og Eystrasalti og för iðulega heitið til Kína. Og það er enn verið að skoða það fullri alvöru að nota þessa siglingaleið tímabundið ár hvert til þess að stytta flutningsleiðina á milli heimsálfa. Þannig að þetta er kannski ekki eitthvað sem menn myndu menn eru alls ekki að tala á þessu stigi máls að þetta sé eitthvað sem menn geti treyst á að keyra siglingar á ársbasis heldur alltaf tímabundið geta.
og árstíðabundin. Þá líka gott að nefna að 5 skip alls fóru með fljótandi jarðgas, liquefied natural gas, LNG eins og það nú oft kallað, sem svona svolítið sérhæfður geiri í skipaumferð á norðurslóðum og hefur mjög svona sérstakar ástæður sem ég kem inn á síðar. Það kannski óhætt að fullyrða að orkuflutningar frá Rússlandi til Kína hafi jafnvel öðlast meira vægi ef nokkur á undanförnum vikum, leyfi mér að segja, þegar önnur sund hafa lokast. Má því ímynda sér að mikilvægi þannig að það haldist sem varaleið, jafnvel þótt átökum linni, til dæmis í Persaflóa, það að segja við sérhver átök eða krísu eins og hefur komið núna, náttúrulega draga menn einhvern lærdóm og kannski lærdómurinn hér fyrir ýmsa hvað plan B, C og D þegar þessi leið lokast eða hin leiðin lokast, hvað gerum við í þeirri stöðu? Farandi aðeins aftur í tíman að þá sem sagt árið 2017 kynnti Kína hugmyndir sínar norðurleiðina sem hluta af áætluninni Belt og braut sem margir, ég ger ráð fyrir að flesti kannast við og mjög svona umfangsmikil áætlun fjárfestinga, innviða fjárfestingar sérstaklega í samgöngum heim allan og að norðurleiðin væri nýtt í samgöngum á milli heimsálfa. Í þessu samhengi gáfu Kínverjarnir stundum henni nafnið Silkileið norðurslóða og þá náttúrulega vísun í Silkileiðina á milli Kína og Evrópu og svo hefur þetta hugtak stundum horfið en það var tekið eftir því á hringborði í norðurslóðan í Reykjavík núna í október síðast að þá dúkkaði þetta hugtak upp aftur. Þannig að þetta svona, það erfitt að ráða í það hvers vegna stjórnveldi Kína eru að púkka upp þetta heiti aftur en það anyone's guess eins og þeir segja í útlöndum. Þá það ljóst hins vegar að eftir allsherjar innrás Rússlands í Úkraínu í febrúar 2022 þá héldu kínversk skipafélög mjög að sér höndum með nýtingu á norðurleiðinni og fyrir það fyrsta náttúrulega þetta mjög kostnaðarsamt að nýta leiðina eins við núverandi aðstæður og það líka líklegt að þessi skipafélög hafi viljað forðast að lenda á einhvers konar svörtum listum varðandi viðskiptaþvinganir sem beindust gegn Rússlandi sérstaklega og hafi þess vegna haldið að sér höndum. Og þá má segja að þarna með því hafi með beinum hætti stríðsrekstur Rússlands í Úkraínu haft áhrif á og hægt jafnvel á þróun þessara siglingaleiðar. Sem dæmi það að kínverska skipafélagi COSCO, sem ekki Costco, heldur COSCO, sem margir þekkja, sem nú eitt það stærsta í heimi, er jafnframt það skipafélag í Kína sem býr yfir stærstum flota þeirra skipa sem geta siglt á ísilögum hafsvæðum, að þeir hafa mestu hætt siglingum á norðurleiðinni eftir febrúar 2022 en þar með opnuðu þau rauninni á aðra að koma inn á markaðinn og það hafa menn merkt að þar hafa komið inn skipafélag í rauninni með miklu vanbúnari skip heldur en voru í flota COSCO sem dæmi. Það má ímynda sér svona til framtíðar að norðurleiðin takmarkist nokkuð við flutning á þungum farmi, þá ég við að tala eins og kol og hrávur og svo framvegis, eða við eldflutninga. Það náttúrulega bara öðruvísi tímapressa á slíkum flutningum heldur en á vöruflutningum, þar sem að hlutir þurfa að vera komnir á áfangastað innan einhvers tímaramma. Það svona meiri þolinmæði í því varðandi þyngri farm og eldsneyti.
en það er svona almennt talið ólíklegt að við núverandi aðstæður muni skipafélög ráðast í miklar fjárfestingar hvort sem í skipaflota eða innviðum í þetta miklu í svona miklu óvissu ástandi. Ég vil þó segja það að Kína að sjálfsögðu í ákveðnum fararbroddi þegar kemur að rannsóknum og þróun siglinga í atvinnuskipni yfir norðurslóðir og náttúrulega mikið að pæla í mögulegri auðlindanýtingu í því samhengi. Þá langar mig aðeins að nefna hér hlut sem gerðist nýlega og já, þetta sem sagt tilraunasigling skips sem heitir Istanbul Bridge og var tilraunasigling á milli Kína og Evrópu og það sem tilraunin hér var að sigla frá Kína til nokkurra hafna í Evrópu með það markmiði að það var hægt að koma slíkum siglingum á með einhverju tímaáætlun. Það er að segja, já, fara alla leiðina, vera komin í þessa höfn þarna og þarna og þarna. Þannig að það kannski segir eitthvað metnað Kína í þessum málum og þessi för á lokaáfangastað tókum 20 daga og var farið 7.850 sjómílna leið. Að hafa suðurleiðin hefði farið hefðbundna siglingaleið, hún hefði tekið á bilinu 40 til 50 daga og hefði farið 11.000 sjómílur. Þannig að þá heyriði samanburðinn og en kannski munurinn líka sá að menn eru náttúrulega að taka sér aðeins lengri tíma í þetta. Það er komið oftar til hafnar og allt á suðurleiðinni, þannig að það allt tekur tíma. Ef að menn einsettu sér að fara hraðar þá væri það sannarlega mögulegt, en þetta gefur samt nokkuð góða mynd. En það sem veldur áhyggjum að til dæmis þetta tiltekna skip er ekki sérstaklega styrkt í burði til siglinga á norðurslóðum og styrkt til siglinga ís og það segir sér sjálft að þegar menn eru í svona æfingum að þá eru líkurnar á umhverfis eða slysi eða skipaskaða meiri. Og það líka vekur athygli að Rússar nota þessa norðursiglingaleið meira og meira í orkuflutningum og viðbragð við strandi eða ef olía fer í sjó er erfitt ef ekki ómögulegt á mörgum svæðum þarna. Gildandi refsiaðgerðum sem beinti gegn Rússlandi hafa orðið til þess að Rússar treysta í auknum mæli á vafasöm fley í orku og vöruflutningum sem ég viki fyrr að og þetta eru vanbúnari skip til siglinga í erfiðari aðstæðum. Og það var nú minnst aðeins á það hérna áðan í máli dómsmálaráðherra, en þótt Bandaríkin hafi gripið til harðari aðgerða gegn skuggaflótta Rússlands er ekki að vænta þess að þær aðgerðir muni hafa mikil áhrif á siglingar norðurslóðir Rússlands. Það er að segja, það bara segir sig sjálft að ef Bandaríkin vilja grípa til aðgerða gegn skuggaflóta Rússlands þá gerist það ekki nákvæmlega meðan siglt yfir þetta svæði en mögulega einhvers staðar annars staðar. Og ég vildi þá mér vantar helvíti margar slætur og þá kannski kem ég aðeins inn á að þetta er allt samtengt og hvað ber að óttast og það er kannski nánara hernaðarsamstarf Rússlands og Kína sem er töluvert og sést best á tíðum sameiginlegum heræfingum undanfarin ár.
Og Rússland virðist þó eiga erfitt með að taka þátt í flóknum heræfingum á landi, þar sem þeir eru eðlilega minna aflögufærir mannafla vegna stríðsrekstrar síns í Úkraínu, þannig að æfingar þeirra hafa verið mest á sjó og í lofti. Og ástæðan fyrir nefni þetta er sérstaklega sameiginleg heræfing Rússlands og Kína á norðurslóðum í júlí 2024 sem vakti verðskulda athygli því að þá fór kínversk orrustuþota í fyrsta sinn norður yfir heimskautsbaug. Þetta gerist í námundan við Alaska. En almennt er talið ólíklegt að sú æfing sé til marks frekari hernaðar umsvif fyrir gefið Kína á norðurslóðum, heldur líklega hafi verið að ræða svona ákveðnar merkjasendingar Kína til Bandaríkjanna getu Kína til að verja eigið landsvæði í átökum við Bandaríkjamenn og þá á Kyrrahafi. Þá vekur það líka athygli, þetta er sumarið 24, þetta er ekki sumarið 25, þannig að það vekur það athygli að sambærilegar æfingar voru ekki endurteknar síðastliðið sumar, líkt og spáð var, og má vera að Kína vilji þá sýna meiri varfærni og þessa stundina og eins líka að Rússland hafi hreinlega bara minni getu til að taka þátt í slíkum sameiginlegum æfingum og þetta gerist ekki nema þessir tveir komið saman. Rússland hefur enn upp á svona ákveðna tækni geta bjóða gagnvart Kína og þá er það einkum við þróun hljóðfrára kafbáta og þá er líka mikið horft til þess, og þetta er mjög opin spurning, og þá hvernig Rússland geti stutt Kína komið mögulega til átaka yfirráð á Taívan. Þannig að þessar heræfingar eru nú ekki úr lausu lofti gripnar. Kína sem stórvildi vill að sjálfsögðu gera sig gildandi á öllum útjöðrum heims og það er yfirlýst stefna stjórnvalda þar og skilgreind svæði til könnunar eru heimskautasvæðin 2, það er að segja bæði norðurskautið og suðurskautið, nú geimurinn, djúpsjávarsvæði og svo alnetið. Og þegar það kemur á norðurslóðum þá virðist einkum vaka fyrir Kína aðgengi að auðlindum og siglingaleiðum og eru líka hugsaðir til að efla vísinda og tæknigetu Kína. Kína vill hafa áhrif á stjórnun heimskautasvæðina þannig að hún verði ekki andstæð hagsmunum þeirra. Og Kína vill náttúrulega auka hernaðargetu á norðurslóðum. Það er liður í að efla almenna varnargetu í samkeppni og mögulegum átækum við vesturveldi. Kína hefur enga síður til þessa ekki hernaðarlega viðveru á norðurslóðum og það er kannski mjög mikið að undirstrika þetta af því að þetta skiptir máli og yrði hún einhver tímann þá er hún háð í núverandi stöðu samþykki Rússlands. Þótt Rússland sé í vondri samningsstöðu gagnvart Kína eða sé orðið háðara Kína þá er vandi að sjá að Rússland hleypi Kína of nærri viðkvæmum stöðum, svo sem bækistöður norðurflota síns á Kólaskaga. Og ég kannski teka það líka til að þetta er ekki tómt kærleikssamband á milli þessara tveggja, því að síðasta sumar þá birti New York Times upplýsingar úr skjölum sem hafðu lekið úr leyniþjónustu Rússlands, FSB. Tíminn er búinn. Og það sem í rauninni kom fram að Rússland tortryggi Kína mjög og gruni njósnir á norðurslóðum og að það nýti til þess bæði námafyrirtæki og rannsóknarstofnanir. Tíminn flýgur og ég hef svo mikið að segja. Og svo bara en
stóra myndin sem ég að gefa í þessu máli að ríkin tvö, þetta svona, hvað segir, hagkvæmis hjónaband. Það ekki bara best að lýsa því þannig og þegar fátt annað kannski í boði. Og það nú eitt sem kannski dúkkar ítrekkað upp og það hefur verið mikið gert úr fjárfestingum Kína á norðurslóðum. Og en þetta mat kannski rýmar ekkert mikið við raunveruleikann því að fæstar fjárfestingar Kína á norðurslóðum hafa verið árangurssríkar og mörgum verkefnum hefur í rauninni aldrei verið hrint í framkvæmdi eða hætt við tímabundið eða jafnvel til frambúðar. Þannig að sko efnahagslegt fótspor Kína á norðurslóðum utan Rússlands mjög létt. Og nú þarf ég að forgangsraða hverju ég vilji ég ætla kannski bara að stytta smá kaflan og koma að síðustu spurningunum minni. Og það uppbygging siglinga á norðurslóðum óhjákvæmilegt. Það svo margt sem í rauninni liggur á huldu og eitt af því hvort bráðnun ís skili betri siglingaleiðum eða hvort að ófyrirsjáanleiki verði meiri, meðal annars vegna meiri rekís, meiri öldugangs út af auknu ferskvatni í sjó og önnur náttúrufyrirbrigði gerir siglingar norðurslóðir jafnvel erfiðari en þær eru áður. Þannig geti áskoranir í leit og björgun jafnvel orðið meiri en áður. Og ég alveg að ljúka. Og forsendur frekari þróunar norðurleiðarinnar að heimsviðskipti haldi áfram að aukast, eins og ég kom inn á áðan. Það grunnforsendan og gangi nokkuð hindrunarlaust fyrir sig. Og svo vildi ég líka nefna að ófriðartímar á heimsvísu og tímabundin átök einstakra skipaleiða, til dæmis Suez-skurð, Rauðahaf, Malakasund eða Panamaskurð, munu frekar ýta á að norðursiglingaleiðir verði skoðaðar frekar. Þannig að ég myndi segja að ófriður í heiminum frekar til að ýta á það að þessar siglingaleiðir verði skoðaðar betur og nýttar frekar. Og áframhaldandi hlýnun jarðar og bráðnun ís jafnframt ákveðin forsenda þróun siglingaleiðina. Því miður ástand mála með þeim hætti að fátt bendi til að þeirri óheillaþróun verði snúið við bráð. En sem fyrr hefur verið sagt alls óvíst hvort öruggari siglingaleiðir verði endilega afrakstur bráðnunar ís á norðurslóðum. Takk fyrir. Jú. Kærar þakkir fyrir þetta. Já. 1000 þakkir. Ég hef ekki viljað reika eftir og ég heldur bara að gefa fólki færi á að spyrja eina spurningu. Þannig ef við erum með spurningu, gjörðu svo vel að rétta upp hönd og ég get, ég ætla kannski ekki að kasta svona langt, en það sjá. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, ég heiti Halldór Jóhannsson, ég í fórsvari fyrir Arctic Portal, við höfum mikið verið að stúdera norðurslóðir og ekki síst siglingar. Já. Ég hef haft á ánægju að vera oft í Bandaríkjunum, ég hef verið þarna í Barrow og svo framvegis, ég mentar í Kanada. Aha. Ég ferðast allt í Rússlandi, ég hef verið mikið í Kína, ég hef líka verið í Kóreu. Aha. Ég svona aðeins að velta fyrir mér út frá því sem þú ert að tala sko, vegna þess að ég veit það að samstarfs Rússa og Kína miklu minna heldur en talar í fjölmiðlum og miklu minna heldur en að þú ert að tala núna. Vegna þess að Kínverjar náttúrulega hafa haldið að þessi verulega höndum vegna þess að þeirra hagsmunir miklu meira að halda góðri sátt við Vesturlönd heldur en við Rússland efnahagslega og það það sem keyrir Kína. Ég held að vera með hvað þú sér fyrir þér einmitt til framtíðar og einmitt þú gleymdir kannski eða nefndir ekki áhuga hinna ríkjana. Það var til dæmis endurnefnd í Tromsø daginn frá Kóreu, skrifaði undir samninga frá Búsanhöfn og Kóreumenn búin að vera skipuleggja Búsanhöfn lengi sem norðurslóðsiglingarhöfnina og svo hitt sem þú nefndir ekki heldur það eru LNG skipin sem að þú nefndir nú LNG en til dæmis bara frá Sabatahöfn voru 270 skip á síðast ári 80% þeirra fór til Evrópu.
Já, takk fyrir þetta. Ég var með heilan kafla hérna Jamal-svæðið og allt það, en ég þurfti aðeins að stytta mál mitt, þannig að hérna ég tók það til. En þetta er alveg rétt sem þú segir, að það eru fleiri sem hafa hagsmuni undir, og þú nefnir Suður-Kóreu, og Suður-Kóreu er náttúrulega eftirtektarvert líka bara út frá getu þeirra til skipasmíða og annað slíkt, þannig að auðvitað er Kórea hérna stór leikandi í þessu máli, en ég kannski einfaldaði mál mitt aðeins, en það kannski sem ég var að undirstrika, og ég gerði allan eða tvívegis í máli mínu, en ég skal kannski gera hér aftur, að efnahagsleg forsenda siglingaleiðarinnar eru góð viðskiptatengsl Kína og annara Suðaustur Asíuríkja við markaði í Evrópu og Norður-Ameríku og omvendt í rauninni. Annars er ekki efnahagsleg forsenda til að þróa siglingaleiðina. Þannig það er rétt sem þú segir að hérna, skilur þetta er svona sine qua non, skilur þú verður að hafa þannig samband við markaði hérna á Vesturlöndum til þess að hérna þetta svona gangi ekonomist upp, sko. Svona bara sem innleggin í þessu umræðu, ég hef haft ánægju að taka þátt í mörgum ráðstefnum gegnum tíðina og mörgum siglingaráðstefnum í Evrópu og Kanada. Og þar hefur samhljómur verið, og þetta gerist löngu fyrir Úkraínustríðið, að það sé vanti viðskiptamódeli, við getum kallað það. Þannig að sko öryggi sérstaklega fyrir smærri og millistóri fyrirtæki sé ekki nægjanlegt. Tryggingafélögin vilja helst ekki tryggja þetta svo framvegis. Nei. Og það var þarna líka í málum minn, og það er mjög mikilvægur hlutur, það er tryggingafélögin. Hvað eru þau tilbúin, og jafnvel þó séu tilbúin að tryggja fyrir hvaða gjald, hvernig gengur það upp í reikningnum þegar allt er metið. En mér finnst samt áhugavert þessi tilraunasigling sem farin var núna nýlega, að menn eru að pæla í einhverju alvöru að geta komið siglingum upp eftir einhvers konar skipulagi og jafnvel tímatöflu. Því að þú veist, það væri náttúrulega mjög spennandi ef það gerist, sko. Og ég bara enn eitt innlegg. 2006 var haldin hérna á Akureyri ráðstefna sem var kölluð Breaking the Ice, og fyrsta svona siglingaráðstefnan sem að fókusuðu á hérna norðurslóðir, og félagiðinn fyrirverandi úr ráðuneytinu Ragnar Baldursson stóð fyrir því, og ég tók virkan þátt í því líka með honum. Og þarna komu bæði Rússar og Kínverjar og Bandaríkjamenn og Kanadamenn, og þá var verið að tala um þetta miklu meira sem sameiginlegt verkefni. Og ég held að það sé það sem að við Íslendingar verðum að fara í, er að við getum verið þessi sko milligönguaðili. Við drögum ekki upp einhvern vegg á milli, heldur við reynum að vinna saman, vegna þess að framtíð Íslands sem þjónustusvæði fyrir norðurslóðir getur verið efnahagslega alveg gífulega mikilvægt. Og þá kemur norðursiglingaleiðin eða miðsiglingaleiðin, Trans-Arctic Shipping Line, þar sem að Ísland eða Finnafjörður gæti orðið umskipunarhöfn, og svo aftur hinum megin, hvort sem það er í Alaska eða Kamchatka, skiptir ekki allir máli. Ég hlakka allan mikið til að hlusta áfram í dag út frá sko mín leikmanns augu, þegar ég sé þarna þessa leið, þá fer náttúrulega samt pínur hrollur hann, skilur, ef eitthvað fer úrskeiðis þarna, sko. Þetta er það þarf eitthvað mikið að spekulera í þessu, því að þú veist, það er farið yfir ansi langt hafsvæði fjarri öllum mannabyggðum, sko, og allt viðbragð hlýtur að vera bara erfitt ef ekki ómögulegt. En jú, sannarlega, þú veist, ef einhver áratugi fram í tíman hún þróast sem fýsilegasta leiðin, af því að hún er styst og best í sjó og ég veit ekki hvað, þetta veit ég ekki, þá myndi það náttúrulega snerta Ísland með beinum hætti hefði maður haldið. Já. Kæra þakkir, Halldór, og þakkar aftur fyrir Þorlákur. Já, takk. 1000 þakkir fyrir þetta frábæra framlag.